Notaðu leifarregluna til að finna afganginn r þegar deilt í p-vex með d-vex. P-vex x í fjórða mínus x í öðru pluss 1 en d-vex x mínus 2. Í staðinn fyrir að deila þessu d-vexi upp í p-vex þá getum við fundið leifarnar eða afganginn með öðrum hætti. Og sú leið kallast leifarreglan. Byrjum á því að taka d-vexið og skrifa það niður hérna. D-vex jafnt á x mínus 2. Við ætlum að finna rótina. Stillum x mínus 2 þannig að það jafnt á 0. Finnum út hvað x-ið þarf að vera til þess að útkoma verði 0. Leysum þessa litlu jöfnu hérna. Byrjum að fara mínus tvistin yfir samsemmerkið, þá verður þetta 0 pluss 2 hérna hægra megin. X þá jafnt á 0 pluss 2 eða 2. Þetta rótin. Og það sem við ætlum að gera, við ætlum að setja þennan tvist inn í staðinn fyrir x-ið á jöfnunni, p-vex. Þannig að hér p-vex, skrifum það niður, x í fjórða mínus x í öðru pluss 1 og setjum tvist í staðinn fyrir x-ið. Þá skrifum við tvistinn hér í staðinn fyrir x-ið og þannig að hér verður þá 2 í fjórða mínus 2 í öðru pluss 1. Nú, 2 í fjórða 16. 2 í öðru 4. Þannig að við erum að tala um 16 mínus 4 pluss 1 eða jafnt á 13. Og það afgangurinn, það restin eða r.